Ég ætla að renna snöggt yfir kynningu á verkefni 1. Verkefni 1 gengur út á það að þið eru með Revit módel. Þið fáið sýnishorn af aðaluppdráttum og svo fylgir þetta með orkuram með skráningartafla sem að þið ætlið að taka snippistúrmynd af og setja inn í teikniblaðið í Revitinu. Ég opna hérna aðaluppdráttina. Þið sjáum að hérna eru 7 blöð og þið ætlið að fara í módelið, Revit módelið sem fylgir. Þið ætlið að nota ykkar ramma, búa til logo og setja inn heimilisfangi eða setja nafnið ykkar sérstaklega inn á teikniblaðið. Þið þurfa að búa til herbergin með rúmskipunni, þið þurfa að búa til snið, þessu 2 hérna, snið 1 og þetta verður A hérna, A og B, þversnið og lánsnið. Þið þurfa að setja náttúrulega merkingar sem við sjáum hérna, málsetja þetta og setja þetta bara réttu formi á teikniblaðið. Hérna er grunnmynd á fyrstu hæð, það er grunnmynd á annar hæð líka. Það er sama þar, þið bara setja inn allar þessar merkingar og kóta og annað sem vantar hérna á. Ásýndarteikningar, suður og norður. Munið að kveikja skuggum, setja stillingarnar rétt upp og nota skipin hérna sem að lætur það sem er hitt en fellur bak við hérna jarðveginn að það birtist inn í punktanum. Vesturhliðin, austurhliðin og sama hátt. Afstöðumyndin, klárið hana, setja inn bílastæðismerkingar, málsetningar, textan sem fylgir. Lóðarkótan hérna á hóllunum. Sniðmyndin. Þið þurfum sennilega að láta djána hérna, veggi og gólf og annað til þess að renna svo sama. Þið setjum inn kótana. Það er ekki mikið meira í sniðmyndinni. Þið bara klára að setja hann upp. Og síðan er hérna síðasta blaðið, það er sem sagt skráningartafla og orkurammi sem þarf að fylgja teikningum. Þið finnið þær hérna inni, það eru PDF-skjöl sem eru hér, hérna er orkurammi og notið svo til dæmis, svo gott að nota snippingstools sem á að vera innbyggt í Windowsinu. Takið einfallega bara mynd af þessu, Revitið vinnur svolítið illa með PDF eða gerir það bara í höfuð. Þannig að þið takið þetta hérna, seifið þessu bara inn á eitthvað svæði og svo þegar það er komið að þá insertið því bara inn í Revit. Mér finnst það rosalega gott að nota Legends til þess að búa bara til nýtt Legends og setja þessar myndir inn í eina mynd fyrir skráningartöfluna og aðra fyrir orkurammann. Svo skilja eftir pláss hérna. Hérna munum við setja síðan byggingarlýsinguna á húsinu inn. Gangi vel.